Skagfirðingar vilja hafa áhrif á það hvernig virkjað verður í Skagafirði, ekki síst að orkan verði nýtt í héraði til að auka atvinnutækifæri. Þetta segir Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga, en kaupfélagið á næstum allan hlut í fyrirtæki sem vill virkja þar nyrðra. Engar virkjanir eru í Skagafirði utan 2 til 3 heimavirkjanir. Helstu virkjunarkostir eru Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjanir sem kallaðir eru B og C í rammaáætlun. Allar eru þær í biðflokki. Kaupfélag Skagfirðinga á nú langstærstan hlut í Héraðsvötnum EHF í gegnum dótturfélag sitt Norðlenska orku. Kaupfélagið keypti 50% hlut í Rarik í Héraðsvötnum í árslok 2012 fyrir 134 milljónir að því fram kemur í DFF og nýtti kaupfélagið þar með forkaupsrétt sinn en Landsvirkjun hugðist kaupa hlutinn. DFF greindi frá þessi í síðustu viku meðal annars með fyrirsögninni virkjunarkostir í Skagafirði einkavæddir til kaupfélagsins. Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri, segir að frá 1999 hafi Rarik og heimamenn verið í samstarfi að skoða mögulegar virkjanir í Héraðsvötnum. Ekki síst við Villinganes og annar staðar eftir því sem aðstæður leyfa og ástæðan er svo að heimamenn vilja hafa með það að gera hvort það verður virkjað hér í héraði og þá hvernig og ekki síst ef að af því yrði til hvers orkan yrði nýtt og við leggjum náttúrulega áherslu á það Skagfirðingar að ef það verður hér virkjað það yrði til að efla og styrkja atvinnulíf og styrkja héraðið. Það býr svo mikil breyting í atvinnuháttum í sjávarútvegi og landbúnaði að ef við ætlum að fá fram íbúafjölgun og eðlilega þróun þá þurfa nýjir atvinnuhættir að bætast við. Fyrir nokkrum árum var deilt Skatastað og Villinganesvirkjun sem lauk með því að sveitarstjórn Skagafjarðar hætti við að skipuleggja svæði fyrir virkjanirnar sem til stóð að tilgreina í aðalskipulagi.